Gott fólk, þeir sem vilja fyrir alla muni koma í veg fyrir að Íslendingar kynnu að ganga í Evrópusambandið, kannski hafa þeir rétt fyrir sér. Kannski þetta Evrópusamband ekkert fyrir okkur. Kannski miklu betra fyrir okkur að halda hér úti minnstu sjálfstæðu mynt í öllum heiminum, smámynt sem leikur á reiðiskjálfi í hvert sinn sem hvessir í hinu alþjóðlega fjármálakerfi eða hún hrynur þegar einhver áföll verða hér innanlands. Já, kannski miklu betra fyrir okkur að hafa slíka smámynt í vasanum en almennilegan pening. Og kannski það alveg rétt hjá þeim sem vilja ekki að við göngum í Evrópusambandið. Kannski það rétt að það sé miklu heppilegra fyrir okkur að fá bara að senda þykka lagabunka sunnan úr Brussel og við stimplum þá í fánalitunum frekar en að við sætum sjálf við borðið suður í Evrópu og tækjum þátt í að móta þessi lög. Kannski það rétt hjá þeim að það sé miklu meira sjálfstæði og miklu meira fullveldi í því fólkið að taka orðalaust við lagabunkunum frekar en reyna að hafa áhrif á það sem í þeim stendur. Við getum þá náttúrulega í versta falli reynt að fá þýðendurna til að milda aðeins orðalagið. Og kannski það ennfremur rétt hjá þeim sem berjast af öllu afli gegn inngöngu í Evrópusambandið að það sé betra fyrir okkur að gleyma alveg lægra matarverði og lægri vöxtum og sambærilegum launum við það sem gerist í nágrannalöndunum og ég tala nú ekki meiri stöðugleika í okkar viðsjála efnahagslífi en allt þetta myndi líklega fylgja aðild að ESB en já, kannski það alveg rétt að ekkert af þessu hendi okkur og við skulum bara vera hér áfram út í hafinu og tutla hrosshárið okkar. Og einkum og sér í lagi, kannski það alveg rétt að þótt lokasamningum við Evrópusambandið kynni að fylgja miklu betri niðurstaða í sjávarútvegs- og landbúnaðarmálum heldur en menn hér innlegt að hræða okkur með og þótt aðild að ESB kynni að hafa í för með sér að litlu ljótu valdaklíkurnar okkar mistu soldinn spón úr sínu vaski, jú, kannski þetta samt alveg rétt sem þeir segja en þetta hentar okkur bara ekki. Já, ég meina kannski þetta allt alveg rétt. En, og þetta nokkuð stórt en, ég vil bara fá að komast að því sjálfur. Ég vil fá að sjá þann samning sem gerður yrði við Evrópusambandið. Ég vil fá að skoða sjálfur öll hinn fínni blæbrigði. Ég vil fá að meta sjálfur hvort undanþágur eða sérlausnir í sjávarútvegs- og landbúnaðarmálum séu nægjanlegar til að ég geti fallist á þær. Ég vil fá að ákveða það sjálfur. Ég vil ekki að Gunnar Bragi Sveinsson ákveði það fyrir mig. Og ég vil einkum og sér í lagi að krakkarnir mínir fái að taka sína eigin ákvörðun þetta, þeirra eigin framtíð. En það verði ekki gamlir kallar á kontórum sem ráði framtíð þeirra, gamlir kallar á ýmsum aldri og sjálfsagt af báðum kynjum. Ég á strák sem alveg að verða 16 ára og hann verður kominn með kosningarétt þær mundir sem viðræðum við Evrópusambandið gæti lokið. Og þá vil ég að hann fá að ráða sjálfur hvaða leið hann vill fara í lífinu, hvaða leið hann sér fyrir sitt land, fyrir sjálfan sig, vini sína og fjölskyldu og framtíðina. Ég vil að unga fólkið fá að ráða því sjálft. Ég vil ekki að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson verði þá búinn að skella öllum dyrum út í heim í lás. Kannski mun drengurinn ekki vilja að ganga í Evrópusambandið, hvað veit ég? En ég vil að hann fái að ráða því sjálfur. Ekki ónefndir menn á kontórum sem að passa upp á sína klíku, sína hagsmuni, sitt litla efnahagssvæði.
Það fullt af fólki sem í einlægni trúir því að það sé Íslandi áreiðanlega fyrir bestu að standa utan Evrópusambandsins, en ég vona og ég heiti á það fólk að fallast á að það sé réttlátt, sjálfsagt og eðlilegt að við fáum öll að taka þetta sameiginlega upplýsta ákvörðun byggða á raunverulegum samningi, ekki flugufregnum, ekki hræðslu áróðri, ekki hurðaskellum. Við skulum fá að ráða okkur sjálf hversu langt og á hvaða forsendum við viljum stíga út í heim. Við skulum ekki láta það ráðast á kontórum og í bakherbergjum eða út í móa einhvers staðar. Við skulum ráða því sjálf. Mér finnst það í rauninni slík svívirða að ákveðið fólk í þessu samfélagi sé að róa því öllum árum að koma í veg fyrir að við getum sjálf tekið svo mikilsverða ákvörðun framtíð okkar að ég trúi því varla að það sé að gerast í raun og veru. En við verðum að koma í veg fyrir að hurðum sé skellt í lás, því þetta okkar hurðir á okkar húsi og við eigum að ráða því hverjir ganga þar En svo snýst þetta mál núna, það snýst auðvitað alls ekki Evrópusambandið. Það ekki út af Evrópusambandinu í sjálfu sér sem við erum hér saman komin núna 15. mars 2015. Nei, við erum komin hér saman núna til að mótmæla því að framið sé eitthvert fáránlegasta, subbulegasta og ruddalegasta tilræði við lýðræði í þessu landi sem við höfum orðið vitni að. Og þá gildir einu, hvernig ber í rauninni að túlka hið furðulega bréf Gunnars Braga Sveinssonar. Bréf sem ábyggilega verður skráð á spjöld sögunnar sem einhver undarlegasta ritsmíð Íslandssögunnar. Það gildir einu, hvernig hægt eða mögulegt að túlka það, því við vitum öll hver var tilgangurinn með bréfinu. Að taka fram fyrir hendurnar á Alþingi og þjóðinni, af því að þeir sem vilja ráða, þeir sem húka á kontórunum, þeir treysta sér ekki í þær umræður í samfélaginu sem myndu fylgja sambærilegri tillögu á Alþingi, aftur eins og í fyrra. Þeir þora ekki í umræður sem myndu eiga sér stað þar og hér og út í öllu samfélaginu. Þeir treysta sér ekki í þá mótmælafundi sem verða haldnir gegn því að öllum dyrum verði endanlega skellt í lás. Þeir leggja ekki í að upplýsa okkur hver lýðræðisvitund þeirra veik, en tilhneigingin til valdníðslu og valdhroka sterk í brjósti þeirra. Þess vegna átti að afgreiða þetta mikla hagsmunamál þjóðarinnar allrar, okkar og barnar okkar. Þess vegna átti að afgreiða það með einu bréfi sem var afhent út í Evrópu og svo stökk Gunnar Bragi upp í flugvél og enginn þar úti skildi neitt í neinu. En við hér, við skiljum þetta. Við erum farin að þekkja þessa kauða. Við skiljum að það verið að vega að lýðræðinu. Það ekki bara verið að skella í lás, heldur verið að negla slagbrand fyrir dyrnar. Næsta skref verður að setja hlera fyrir gluggana svo við verðum öll innilokuð eins og inn á þeim sama kontór þar sem þeir ráða ríkjum. Klíkubræðurnir sem vilja ráða framtíð okkar og barnar okkar. Þetta snýst ekki lengur Evrópusambandið, þetta snýst að við látum ekki stjórna okkur með tilskipunum, með óskiljanlegum bréfum í cancel í stíl og svo mætir Bjarni Benediktsson bara í kastljósið og segir í reynd að lýðræðislegur framgangsmáti skipti engu máli að því það viti allir hvað ríkisstjórnin vilji og þá sé réttast að gera það bara. Já, hérna, þvílíkar röksemdir. Það held ég nú að alnafni Bjarna og frændi, lagaprófessorinn og forsætisráðherrann Sálugi hefði blygðast sín fyrir þau stjórnskipunarfræði sem nú þykja fullgóð í Sjálfstæðisflokknum. Og þegar fólk lýsir áhyggjum yfir því að svona eigi ekki að fara að hlutunum, hvað þá framlag forsætisráðherra? Jú, hótfyndni og yfirlæti eins og venjulega, það alltaf leið Sigmundar Davíðs til að sigla fram hjá gagnrýni. Eigum við virkilega skilið að hafa slíkan forsætisráðherra?
Og svo eru dregnir fram stjórnarþingmenn og almennir ráðherrar, þar á meðal ýmsir sem maður hélt að væru grandvart fólk og það látið vitna að þetta sé nú bara allt í góðu lagi, það þurfi ekkert að ræða þetta mál í utanríkismálanefnd eða á Alþingi yfirleitt. Ríkisstjórnin vill hafa þetta svona og hún ræður, skítt með hefðir, lög, stjórnarskrá, ekki einu sinni nefna hana. En skítt með þjóðina líka, ríkisstjórnin vill þetta, þeir á kontórunum vilja þetta og þá verður það svo. Og þetta segja þeir grandvöru án þess að blikna eða blána, þeir fyrrverandi grandvöru, þótt við vitum öll að þeir myndu reka upp ramakvein af hneykslan ef það svo mikið sem hvarflaði að pólitískum andstæðingum þeirra að haga sér svona. En þetta ríkisstjórnin þeirra, hún ræður lýðræðisvitund þessa fólks ekki sterkar en þetta. Vistin við kjötkallana svo ljúf, þingveislurnar svo skemmtilegar. Þeir láta sig hafa það að renna niður sannfæringu sinni með veigunum þar, þegar þeir skipa fyrir sem sitja á ríkisstjórnarkontórnum og öðrum kontórum þá hlýða óbreyttir þingmenn og ráðherrar, að minnsta kosti alveg ótrúlega og furðulega margir. Og láta sig einu gilda hinn skýru loforð sem svikin eru, alveg kristaltær loforð, þau eru svikin að því skipanir berast af kontórunum. Hvaða álit hefðu hinnir ýmsir fyrri leiðtogar þeirra flokka sem hér ræðir haft á slíkum svikum? Menn sem höfðu sómatilfinningu, hvað sem öðru leið. Hvaða álit hefðu þeir haft á svona blygðunarlausum og bláköldum svikum og skýrum loforðum? Eysteinn Jónsson, afabróðir minn, formaður Framsóknarflokksins í eina tíð, einstakur og ærlegur drengskaparmaður, hvaða augum hefði hann eiginlega litið núverandi formann Framsóknarflokksins? Og forystumenn Sjálfstæðisflokksins, þeir Ólafur Thors og Bjarni Benediktsson eldri, þeir voru menn sem gátu hvað sem allir í pólitík leið alltaf náð sambandi við stjórnmálaandstæðinga og verkalýðshreyfingu til dæmis, því allir vissu að þeir voru heiðursmenn. Hvernig hefðu Ólafur og Bjarni litið þau svik sem núverandi kjósendum flokksins ætlað að kokgleypa? Ég tel mér reyndar vita svarið, þeir hefðu auðvitað fylgst fyrirlitningu á þeim sem nú eiga að heita arftakar þeirra. En litlu dátarnir í stjórnarflokkunum hlýða samt að þér virðist langflestir því skipanirnar á kontórunum eru svo lokkandi, ríkisstjórnin vill hafa þetta svona og húsbændur hennar. En gott fólk, það skiptir ekki máli hvað ríkisstjórnin vill gera. Það þarf einhver að segja ríkisstjórninni það. Það skiptir máli hvað við viljum gera og það vill svo til að ég veit hvað við hér viljum gera og við viljum burt með valdníðslu smákóngana, burt með hlerana fyrir gluggunum, rífum niður slagbrandana sem ríkisstjórnin ætlar að nota til að loka okkur inni og halda okkur í skefjum. Hver svo sem við teljum að sé rétt leið fyrir þjóðina í framtíðinni, þá getum við ekki látið svona vinnubrögð líðast, því þá dimmir við dýrin og lýðræðið í landinu komið með flensu og lýðræðisflensa, hún getur endað með ósköpum. Það hinn sára reynsla annarra þjóða. Svo gætum okkar, hreinsum til, látum ekki vaða yfir okkur og læsa okkur inni, opnum allar dyr upp á gátt. Því ríkisstjórn sem virðir ekki fulltrúasamkundu þjóðarinnar, Alþingi sjálft, hrifsar þar með til sín völd sem henni eru ekki ætluð. Og við skulum ekki og megum ekki leyfa henni að taka sér þau völd. Ég vil ekki að börnin mín alist upp í landi þar sem slíkt talið eðlilegt af valdhöfum og einhverjum skuggaböldrum á kontórum og svo látið líðast af þjóðinni sjálfri. Það það sem má ekki. Það aðalatrið málsins, það má alls ekki gerast. Við þurfum að taka af þeim völdin sem kunni ekki með þau að fara. Við þurfum að búa börnunum okkar sómasamlega framtíð í sómasamlegu, heiðarlegu og lýðræðislegu landi. Við þurfum að ráða okkur sjálf. Burt með frek á kallana, þeir eru hættulegir. Takk.